Alexander, stórt tap í úrslitaleik á móti Danmörku hérna í dag. Hvað fyrir úrskeiðið sig? Herru, við mættum ekki nógu intensívir til leiks. Nei. Við vorum einhvern veginn ekki í sjötta gír eins og við erum búin að vera. Já. Vantar svona litlu atriðin sem kannski spekingarnir taka eftir. Já. Bump á pick og rollum, double tíminn og seina róteringar og svona. Það var out of character með það sem við erum búin að sýna núna í fyrstu 3 leikjunum okkar. Já. Og þeir einhvern veginn voru með svör við öllu sem við gerðum. Við náðum að narta svona aðeins í hælinn á þeim, en síðan voru þeir alltaf einhvern veginn, náðum ekki að breyta stoppunum okkar í stíg og þeir voru einhvern veginn alltaf bara þessu eina skrefi á undan okkur. Já. Í leiknum. Þetta var flott danslið sem við vorum að spila á móti í dag. Það var ekki bara þessi miðherri hjá þeim. Ég meina þegar hann fór út af þá náðu þeir samt einhvern veginn að halda dampi. Saman því, þeir voru bara að spila á móti og spila sterkum aðstæðingum. Þeir voru bara drullu góðir í alla staði, meira segja rulluspilararnir og svona þessir ruslakallar svo kallaðir. Þeir komu inn og skiluðu sínu, settu sín skot og voru með layup, tróðslur og spiluðu góða vörn á okkur og það er náttúrulega erfitt að spila á móti djúpum andstæðinga sem allir koma inn og skila mínútum og verið með enga veika hlekki. Þannig að þetta bara kúdós á þá, sko. En næsta dagskrá, það er A-deild Evrópumótsins í Herrakleifunum á Krít. Yes. Eru þið ekki bara spenntir fyrir því að halda áfram að standa ykkur vel þar? Ég er mjög spenntur bara að halda áfram með þessu skemmtilega ferðalagi með þessu strákum. Þetta er búið að vera æðisleg ferð, skemmtilegir strákar, mikið hlegið, mikið skemmt, bara mikið samheldni í liðinu. Við erum orðnir bara alvöru unit saman. Það er engin útundan, við erum allir saman, förum í búð saman, allt gert saman sem ein heild. Og þannig að ég er spenntur að halda áfram þessu ferðalagi með strákunum og sjá hvað við getum gert á móti stóru liðunum út á Krít. Bestu þakkir, Alexander, gangi ykkur vel.